Já, hæ og nú ætla ég að spá fyrir ykkur og ég ætla að byrja að nota Animal Oracle spilin og sjá svona hvað energy hjá okkur og hvað sem ég vona á og eitthvað það sem kemur og ég hef meditation music, Tibetan sounds to heal negative energy, attract positive energy and heal the soul. Og ég sé það svona mikið svona plön sem að þú ert að hugsa að gera. Þú ert mikið að hugsa á núna með svona gera eitthvað. Taka svona ákvarðanir og eitthvað slið sko og ef verður það svona framöndan og það svona eins og það gæti verið líka eitthvað tengt vinnu eða eitthvað sem eitthvað verkefni sem þú ert að gera, kannski eitthvað að bæta við þig eða eitthvað slið sko og þú ert svona að sjá fram úr ykkur sko og það sko hefur verið svolítið kannski svona þú hefur ekki verið svona undanfarið ekki tilbúin að breyta ykkur og verið svolítið svona fastur í skorðum en það er svona framöndan eða svona energy sem þú ert komin í núna eða verður hann ákvarðat svona öfugt. Þú ert svona tilbúin að framkvæma og gera eitthvað og kannski yfirkoma eitthvað og fara að taka einhverja ákvarðanir. Það svona einhvers konar clarity. Fire er action og framkvæma og gera hluti. Gæti verið ykkur í megin eða eitthvað eða þá þeir eru búin að vera svolítið svona að hugsa mikið og svona sjá fram úr ykkur en ég ætla að fá eitt fyrir ykkur og já, ég ætla kannski að lesa þetta hérna. Personal choice. Close your eyes. What animal do you imagine? What strengths are they known for? What wisdom do they share? Embrace the qualities. Já, þau hugsa ykkur eitthvað dýr eða eitthvað sem kemur í huga eitthvað og hvaða dýr eru þið og hvað sjáu þið ykkur vera að gera og eitthvað svona og personal choice náttúrulega líka að sko svona finna ykkur hvað þið eru og hvað þið viljið gera og hversu mögnuð þið eru líka. En ég ætla að fá eitt fyrir vogina og þið fenguð Tiger Fire. I choose to be unstoppable, my passion is my power, I'm bold, I'm brave, mighty forces come to my aid. Og þetta svona ykkar animal hérna sem þið fenguð í Animal Oracle spilunum. Þetta eru þið líka. En ég sé gæti verið að sé með manneskju sem svona eitthvað finnst vera svart og hvítt eða svona eitthvað smá öðruvísi heldur en þið hafið kannski hugsað ykkur líka og það er Snow Leopard og Fire og það gefur hrúturlón og búamaður og svo getur verið búamaður, já, það er búamaður þið sjálf og það eins og kannski með eitthvað í kringu okkur sem já, ekki
þeir eru svona kannski að stangast á með eitthvað. En samt eru að vinna saman. Getur tengst vinnu líka. Það er greinilega mikið færi á okkur og það er bara mjög gott. Og mér finnst bara hjá öllum að við erum að fara gegnum eitthvað svona nýtt tímabil og það er að koma endir og það er að koma nýtt. Það er nýtt tímabil núna og nýtt að gera, nýja framkvæmdir og nýja hugmyndir líka sem eru að koma hjá okkur og já, prosperity lies ahead og það gæti verið eitthvað svona peningavandamál sem þeir eru að yfirkoma. Time to give rather than take, það er Maya og time for healing. Og nautið. Já, en það sko, þetta er eitthvað sem er bara búið, til nú sagt. Eitthvað svona tjali sem þið þurft að taka einhverja ákvörðun með. Svo fá það Ace of Pentacles. Það getur verið eitthvað nýtt tækifæri. Maður sjá hvað meira fyrir vogina. Six of Cups. Gæti verið einhvers konar sætti eða gæti eitthvað verið tengst fjölskyldu líka. Eitthvað from the past sem að hefur kannski verið haft deilu við að vill koma og hafa eitthvað svona samband við þig og vill gera eitthvað og eitthvað svona og vill gera, það er svona eins og þetta gæti verið mér finnst eins og þetta gæti verið eitthvað svona samband og það er svona já, þið gefst þetta tækifæri og það er bara svona að sjá hvað verður. Six of Arrows, Prince of Coins. En svona með framhaldið þá er eftir að sjá hlutina koma til ykkar. Það er eitthvað svona gjöf eða eitthvað svona eða getur verið tengst eitthvað vinnu líka, eitthvað stöðuhækkun, ég veit ekki eitthvað. Eða vinna í samstarfi kannski með einhverjum öðrum svona sem eftir að koma á hlutinu með svo miklu betri stað. Og þetta gæti verið líka, eins og þurfum við að fara eitthvað kannski líka. Ég sé hérna bát, þau eru svona, þurfum að fara eitthvað, gæti verið eitthvað annað, annað land kannski þar svona. Hjá einhverjum sko. Að þau þurfum að taka svona einhverju ákvörðun. Já, ég ætla að fá eitthvað
þessu og les úr þessu einn á bókinni. Fyrir Vogina. Þið fáið hérna númer 60 að lesa á því. Takmörkun. Ég þarf alltaf að hnerra þrisvar. Hvað þýðir það? Nei, ég segi svona. Ok, 60 takmörkun. Takmörkun í formi aga eykur orku. En agi má ekki vera heftandi því þá gengur mann illa að vinna að settum markmiðum. Það má heldur ekki vera lítill því þá verður mönnum ekkert úr verki. Já, ég held að þið hafi svolítið verið að stoppa ykkur af, að framkvæma hluti og verið svolítið já, haldið aftur af okkur. Að hleypa ykkur nýjun eða gera ykkur breytingar og eitthvað svolítið sko. En það að koma breyting á því. Þetta bara eins og að þið þurftu svolítið að finna sjálfan eitthvað. Og 60 ykkar englanúmer. Þið getur googlað það og sjá hvað það þýðir. Og 60 náttúrulega 6 og það er vinir, fjölskylda og eitthvað svona og ég held að þið verði bara svolítið svona að taka á móti og opna ykkur fyrir svona öllu kringum ykkur. Meira heldur þið voruð. En það er allavega prosperity lies ahead hjá ykkur. Við fáum eitthvað meira. Meira fyrir Vogina. Og þeir sem eru single getur verið ykkur að koma inn líka sko. Ace of Coins er eitthvað svona guarantee, það er svona jarðarlegt, það er materialegt, það getur samband, eitthvað sem að ykkur vill gera eitthvað meira heldur en já, þetta er svona jarðarlegt. Material-legt líka, peninga og eitthvað svona tækifæri. En við skulum sjá hvað við fáum meira hérna. Það er allavega naut með og steingit hérna. Já. Ten of Cups, Ace of Cups. Hversu flott er þetta hérna? Þeir sem eru single, þá er kannski búin að kynnast einhverju manneskju sem þið hafa áhuga á. Eða þá þeir að fara að fagna með vinum eða eitthvað svoleiðis. Það er allavega eitthvað djófulin emotions, það er svona tilfinningalegt sem er að koma inn. Hvað meira fyrir Vogina?
Já, ég held að sko þið eru svona eins og það sé ekki tilbúin. Þið eru ekki eins og vorum að tala að ég var að tala áðan að þið eru svona eins og það sé ekki tilbúin að hleypa ykkur inn, eins og það sé alltaf bíða eftir að tími verði eitthvað betri þarna að hleypa að svona, já, gefa eitthvað af ykkur og það svona, eru þið svolítið í vörn, skilurðu, af einhverjum ástæðum. Þið hafið svolítið verið að blokka kannski sjálfan ykkur á svo margan hátt, sko. Við skulum sjá hvað kemur meira á minna á þessu líka. Hvað kemur meira hjá Voginni, hvað má sjá hefa að vita. Já. Þið eru svona hrædd með einhverja útkomu, eitthvað sem að, já, heldur eitthvað svolítið föstum, bara, hræðslan okkur versti óvinur. Þegar við höfum trúina þá komumst við yfir allt, sko. Það svona gott að vera tækur, hérna. Svona þegar ég að komast yfir eitthvað, þá mitt hugsa ég, bara, ég tígrisdýr, ég kemst yfir allt. Bara sama hvaða verkefni kemur fyrir mig hendur, ég kemst yfir þetta. Það líka, já, þetta bara svolítið sem við þurfum svolítið að hafa hjá okkur. Hræðslan það sem að stoppar okkur. Við eigum ekkert að hræðast myrkrið. En hvað meira fyrir Vogina? Númer 8, það eitthvað sem að í ágúst getur verið eitthvað svoleiðis, sko. En já, mér finnst eins og að þið farið svolítið í einhvers konar vörn og hlutina fara ekki eins og það, já, þetta hefur gerst áður og þetta er örugglega að gerast aftur og eitthvað svona, það er ekki svoleiðis. Ætli þið fenguð Ten of Cups og Ace of Cups og það er eitthvað að koma inn sem gleður ykkur rosa mikið og árangur og svona svoleiðis og eitt viðbót fyrir ykkur. Movement, choices, decision og þetta er bara framhaldið núna næstu 2 mánuði að taka ákvörðanir og hvaða leið á ég að fara og svona svolítið þannig. Og kannski eftir eitthvað svona sem eitthvað finnst að verið tekið á okkur eða ekki gengið upp eða hvað þessi það er svona, þetta er svona eins og eitthvað svona tilfinningalegt kannski líka. Og vilja gera svona þessar breytingar og koma svo upp úr því og þið verður svolítið þarna. Þetta var Seven of Cups, sko, og svona sjá svona hvað þið viljið, sjá hvert þið viljið fara og sjá hvað
er í boði og það getur verið að þetta sé líka einhver sem er nálægt einhver líka sem er að hafa svona áhrif á okkur sko, sem er, þú veist, þið takið svolítið inn á okkur líka. Það þarf ekki endilega að vera þeir. Og það getur verið að þeir, já, það er kannski eitthvað sem við deilið einhverju með. En nú skulum við sjá meira fyrir Regína, komið að búast við að næstunni. Það gæti varðað eitthvað sambandslit hjá okkur já, eins og sagði, þetta gæti verið, þurfi ekki endilega að vera þið, en þið svona blandist inn í eitthvað. Eins og Cups. Justice. Þetta getur verið líka eitthvað svona samtu við vinnu, verkefni eða eitthvað, en það er eitthvað, þú veist, þið sjá ekki eitthvað út úr einhverju eða hvernig það er að fara að gera hlutina en það er justice og Eight of Pentacles sem er samt við vinnu og annað. Já, svo sé ég eitthvað skringilegt hljóð. Það var smá creepy. Já. Þú veist, ég heyrði bara, já. Já. Það var smá creepy, en já, það er þetta eitthvað sem að er að vera þurfa að taka ákvörðun með eitthvað leið sko, það er þetta verður bara eitthvað sem að já, getur tekið tíma. Þetta er eins og frá vor upp í sumar. Þú veist, sumartími verður eitthvað sem að þið verður svona meira í jafnvægi. En já, ég ætla eitthvað sjá þetta svolítið við ástina eða eitthvað. Need times, takes time, in time, cycles, time to heal, process, já. Það er bara það sem ég var eiginlega að segja. Og klukkan minnir mig alltaf svona divine timing. Það kemur inn sem að einhver ætla. Það er stundum kemur bið og við þurfum að bíða. Og það er sumt sem er bara skrifa fyrir okkur líka. Og kannski finnst þetta að vera að bíða eftir einhverju, kannski eftir einhverju breytingum eða eitthvað fleiri, kannski líka. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Það getur verið að þið finnst verið svona svikin svona með svona samskipti við hitkynið eða eitthvað fyrir sko og stepped in the back og þegar svona kannski tekur ykkur tíma, það er einna líka wedding hérna, rings, union. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love. Það fá eitt í viðbót.
og eitt viðbútt fyrir Vogina. Hvað veit ekki lengi sinna. Já, en þið eru tilbúin að taka nýjar áhættur og það gæti verið líka varðandi samband og það eitthvað sem að vill svona, já, gera og framkvæma eitthvað með þér. Og gæti það verið eitthvað líka nálægt sem að þið treystið ekki alveg fullkomlega. Það kannski þurfa svolítið að hlusta á innsæti líka varðandi manneskju sem í kringum við okkur. Að hvort að sem manneskja segja rétt frá og hvort það sé eitthvað svona, já, eitthvað leikir eða eitthvað svoleiðis sko og vera svona að toga og sleppa og eitthvað svona og þið viti ekkert hvað og það eru kannski svo að vera svolítið svekktir í og þau gefa eitthvað tíma og eitthvað og svo hefur þetta bara verið skilur og þeir sem svona sjá ekkert hvað verður. En já, við skulum sjá hvað er veitna meira. Hvað er hvað með Alice in Wonderland. En hvað svona með framhaldið fyrir Vogina? Það er eitthvað nýtt tækifæri að koma inn innan Chariot Movement og Three of Wands. Já. Og við megum búast við það er 3 daga, 3 vikur, 3 mánuðir sem að þið sjáu svona einhver að koma inn sem vill vinna með og fyrir eitthvað lengra líka svona og taka áhættu með. Þetta er eitthvað manneskja sem vilja líka taka áhættu með. Chariot er flutningar, breytingar eða eitthvað svona og þið takið áhættu og vilja fara að gera eitthvað breytingar og þetta getur verið líka eitthvað svo nýtt að koma inn líka. Hvað meira fyrir Vogina? Já. The World, það er eitthvað, það er nýr kafli, eitthvað nýtt tímabil og hún þýðir líka eins og cycle, búið, completion. Já, og það er completion að sko vera finnast sko vera svona sett út undan eða eitthvað. Það gæti verið að þurfa svona að velja svona milli eitthvað tvenns líka. Hvaða breytingu þú vilja gera? Já, þú veist það er eitthvað tvennt og Ace of Pentacles er eitthvað tækifæri og þeir eru svona kannski að miða við eitthvað annað og hitt er bara miklu betra. High Priestess og Ace of Cups. Og það sem þið sjáu ekki, veit ekki, það er bara þetta árið og getur
sem þið eru að fara í nýtt samband og þurfa að taka eitthvað svona ákvarðanir að fara eitthvað lengra með eitthvað eða þeir sem eru single og svo þetta ákvarðanir þegar þið eru í sambandi þá þetta svona meira ákvarðanir að gera stóra breytingar, flutningar og saman eitthvað saman og eitthvað svona gera eitthvað. Og mér finnst eins og þetta er svolítið þannig svona hvað finnst öðrum og eitthvað svoleiðis sko, en það kannski þurfið að bara að tala við einhvern svona stærri ákvarðanir eða eitthvað. En já, það allavega, ég sé það að koma stóra breytingar hjá okkur. Svona meira þegar nær sumrinu. Og það svona, já. Ég láta þetta bara duga fyrir okkur. Og bye.